Ég sem sagt verkefnisstjóri geðræktar hjá embætti landlæknis og hef sinnt geðræktarþætti innan heilsueflandi framhaldsskóla og reyndar innan allra okkar heilsueflandi verkefna, leik, grunn- og framhaldsskóla. Því það gott að muna það að þetta heildra nálgun hjá okkur hjá embætti landlæknis og við viljum byrja í leikskólanum og færa okkur síðan upp allt æviskeiðið raunverulega. Ef við bara byrjum aðeins á því að hugsa hvað geðheilsa ýmsar skilgreiningar á geðheilsu en almennt erum við að tala svona þetta jákvæða ástand, farsældar, vellíðanar, velferðar, þar sem að hver manneskja getur fundið farveg fyrir styrkleikana sína og hæfileika og tekist farsællega á við áskoranir og erfiðleika daglegs lífs, tekið fullan þátt í leik og starfi og lagt sitt af mörkum til samfélagsins. Og þegar við lesum yfir þessa skilgreiningu þá sjáum við í hendi okkar hversu mikilvæg geðheilsan og hversu gríðarlega mikilvægt það að við séum að búa ungu fólki umhverfi sem að eflir geðheilsu vegna þess að raunverulega að fátt sem að framtíðar velferð þeirra veltur sterkar á heldur en geðheilsa þeirra og veljiðan í lífinu. Sést ég ennþá í mynd ef ég færi mig hingað. Ég verð nefnilega, annars ég bara svona allan tíman. Þetta í lagi? Ég tek bara að mér svona byrjunar hnökrana fyrir ykkur hin sem á eftir koma. Og þá næsta spurningin, hvernig eflum við geðheilsu? Svo gott, tæknin að virka með mér. Geðrækt felst einfaldlega í því að efla aðstæður, færni og lífsvenjur sem að stuðla að félagslegri og tilfinningalegri heilsu og veljiðan. Og þetta sýnir okkur að við erum að vinna þetta langt út fyrir bara einstaklingin sem slíkan. Við erum alltaf að vinna með umhverfi og við erum að vinna að þeirri hugsun líka að geðheilsa, veljiðan, hamingja ekki bara eitthvað sem þú færð í vöggugjöf eða færð ekki með þér inn í lífið. Heldur þetta eitthvað sem að byggir rosalega mikið á umhverfinu og á þeim lífsvenjum sem við temjum okkur vegna þess að það hvernig við lifum lífinu hefur alveg gríðarlega mikil áhrif á hvort að við séum að vinna markvisst í því að efla eigin veljiðan eða jafnvel að vinna gegn henni. Og þar komum við inn á einmitt atriði eins og snjalltækjanotkun og svefn og aðra hluti sem að vissulega bara tengjast almennum lífsvenjum í dag en hafa áhrif á lífsgæði og veljiðan. Og fyrst og fremst snýst þetta það, ef við hugsum bara svona líð geðheilsu, hvernig við eflum geðheilsu þjóðarinnar, þá erum við alltaf að hugsa það að við viljum skapa jákvæðar aðstæður þar sem að fólk lifir sínu daglega lífi. Við viljum komast út úr þessari hugsun með það að geðheilsa sé eitthvað sem að tengist bara geðröskunum og eigi heima inn í heilbrigðiskerfinu og færa okkur út í bara daglegt líf fólks. Nú sóknarfæri til eflingar geðheilsu eru langsamlega mest í æsku. Það þannig ef þú átt eftir að þróa með þér geðröskun að þá það í 75% tilfella þegar komið fram þegar þú ert ung manneskja, 25 ára og helmingur allra tilfella komin fram fyrir 15 ára aldur. Þannig þið sjáuð í hendi ykkar að það fókusin okkar þarf að vera fyrst og fremst hjá börnum og ungmennum ef við ætlum að efla geðheilsu. Og þá færum við okkur að því hvar eru daglegar aðstæður ungs fólks? Þær eru þetta fyrst og fremst í skólanum og heima hjá þeim. Þannig að við þurfum að skapa fjölskylduvænar aðstæður í samfélaginu. Það algjört grundvallaratriði að við séum að samfélagsstrúktúrin okkar ýti undir það að foreldrar og börn ná að mynda jákvætt samband sín á milli, að foreldrar sé að beita jákvæðum og uppbyggilegum uppeldis aðferðum, að sé hlúð að fjölskyldum og þeim sé hjálpaði gegnum erfiðleika og svo auðvitað að við séum að efla geðrækt í skólastarfi. Og af hverju skólarnir? Skólarnir eru almennt álitnir ákjósanlegasti vettvangurinn til þess að efla ekki bara geðheilsu heldur bara heilsu barna og unglinga í samfélaginu vegna þess að þarna eru þau. Það oft þannig að þegar við þó að auðvitað foreldrasambandið og heimilin séu raunverulega veiga meiri þáttur að þá það stundum þannig að til dæmis þeir foreldrar sem við viljum helst ná til reynist okkur erfiðast að ná til vegna þess að það geta verið ýmsar félagslegar aðstæður og annað sem að hindra fólk í því að
taka þátt, svona virkan þátt eins og við myndum vilja að allir foreldrar tækju í velferð og heilbrigði barnanna þeirra. En í skólanum þar eru öll börnin og meira segja í leik- og framhaldsskóla sem eru ekki skyldu skólastig á Íslandi, að þar eru samt langflest börn á Íslandi fara í leikskóla og langflest ungmenni að minnstakosti byrja í framhaldsskóla. Þannig að til dæmis bara fyrsta árið í framhaldsskóla er gríðarlega þýðinga mikið varðandi það að við séum að hlúa að öllum nemendum og sérstaklega kannski að passa upp á þá sem að eiga á hættu að falla frá námi. Og þetta sérst bara sú nálgun sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin mælir með, að við séum að vinna á heildrænan hátt að heilbrigði barna og unglinga, andlega, líkamlega, félagslega, og við séum að þetta sé hagkvæmasta leiðin til þess að bæta ekki bara heilbrigði þeirra heldur námsárangur, vegna þess að þarna eru tengsl á milli. Og eins og Héðinn er búin að ræða að þá erum við að vinna þetta í gegnum leik-, grunn- og framhaldsskóla og svo í gegnum heilsueflandi samfélag sem er svona þessi reglíf utanum allar þessar nálganir. Geðrækt í skólum hefur verið, við höfum unnið þetta út frá líkani Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, þar sem þið sjáið að stærsti flöturinn, stærsti fókusinn viljum við að sé bara almennt á skólastarfið í heild. Og þá erum við að tala alla sem koma að skólastarfinu. Við erum að tala foreldrana, við erum að tala allt starfsfólk skólans, ekki bara kennara og raunverulega bara byggingar skólans og allt umhverfið, að það sé til þess fallið að efla vellíðan og færni og líðan allra sem að því koma. Síðan ef við færum okkur niður aðeins eitt þrep í þriðjörningnum, að þá þrengist aðeins viðhorfið og þá erum við að tala að við viljum líka, það er ekki bara nóg að huga að umhverfinu, heldur viljum við líka að það fari fram markvisst kennsla í skólum á sviði félags- og tilfinningafærni. Við lítum þannig á það að enn og aftur, þetta er ekki bara eitthvað sem er meðfætt, þetta er ekki bara eitthvað sem að sumir hafa fengið og aðrir ekki, heldur byggir góð geðheilsa á þekkingu og á færni sem er vissulega hægt að kenna börnum og öllum öðrum. Og þar er áherslan á nemendur og kennara, það er eitthvað sem fer fram í kennslustundum. En svo viljum við líka að skólastarfið sé uppbyggt þannig að þeir nemendur sem þurfa einhvers konar aukinn stuðning, hvort sem það snertir atriði á sviði hegðunar eða athygli eða tilfinningafærni eða félagsfærni eða hvað sem það er, að þau fái þann stuðning í skólanum. Og þá erum við bara komin inn í þessar umræðu menntun fyrir alla og skólan aðgreiningar, að við viljum að þarna sé haldið utanum alla nemendur og þrátt fyrir að meðferðarstarf fari vissulega ekki endilega fram í skólanum, að þá viljum við samt sem áður að skólarnir á Íslandi séu vel tengdir inn í öll þau kerfi sem að starfa ofar í heilbrigðiskerfinu og hafa það hlutverk að sinna kannski alvarlegri vanda meðal barna og ungmenna. En þetta er bara hluti af þessari heildrænu nálgun. Heilsueflandi skólar og geðrækt innan þess hefur það hlutverk að auðvelda skólum að innleiða grunnþáttu heilbrigði og velferð. Þannig að við erum ekki að koma með einhverja viðbót eða eitthvað sem að í raun og veru er endilega valkvætt meðal skóla, heldur eiga þetta allir skólar að vera að sinna þessum grunnþætti, alveg eins og eiga að vera að sinna atriðum eins og læsi og kenna krökkum að lesa, reikna og skrifa. Að í dag er það bara viðurkennt og skilgreint hlutverk skólana að stuðla að heilbrigði og velferð nemenda og þetta er umverulega bara svona, hvað maður segja, tæki eða vinnutæki sem að skólarnir geta nýtt sér til þess að sinna þessum grunnþætti vel. Og þarna eru bara raunverulega eins og uppskriftir, ekki bara varðandi geðheilsu, heldur varðandi næringu, hreyfingu, tóbaksvarnir, áfengis- og vímuvarnir og svo framvegis. Hvernig skólarnir geta farið að þessu. Og við gefum út gátlista fyrir geðræktarstarf og leik-, grunn- og framhaldsskólastigi, verkefnur og ítarefni og svona ráðstefnur og viðburði eins og við erum að setja henni í dag. Við höfum gefið út handbók geðrækt í framhaldsskólum sem er kannski meira eins og hugmyndakista eða dæmi það sem að skólarnir eru þegar að gera varðandi geðheilsu og vellíðan nemenda. En þarna þessi bók kom út fyrir 2 árum síðan og er fáanleg bara á vef embættisins þar sem að þið getið prentað hana út í heild eða af
markaða kafla og við fengum þess að skólafólki sjálft til þess að skrifa þessa kafla og þá var hugmyndin að þeir sem að hafa þekkingu á einhverju sérsviði eða eru að sinna einhverjum ákveðnum þáttum sérstaklega vel að þeir geti deilt sinni reynslu og hvatt aðra til dáða og gefið hugmyndir að því hvernig allir skólandi geta nýtt sér það sem búið að gera annar staðar. Og hugmyndin okkar var svo að hafa þetta sem lifandi skjal þannig að ef einhver hér í salnum með hugmynd eða dæmi einhvers konar svona gæðastarf sem á fullt erindi til annara í skólasamfélaginu þá bara endilega sendi mig post, netfangið mitt kemur í lokin sigurunarlandlæknir.is og að því við viljum alveg endilega bæta við. Við hefum líka núna nýverið endur útgefið 5 leiðir að velja sem að svona ekki endilega staðgengill en eitthvað sem að bara bætist við svona skilaboð til almennings og ungmenna þetta þar með talin þar sem að við höfum áður gefið út geðráðin 10 og þetta svona viðbót við það og við munum gefa öllum leikgrunn- og framhaldsskólum svona veggspjöld sem að við vonum að muni skreita vegg í skólana í landinu til lengri tíma. Ég ætla að hlaupa bara rétt yfir þetta, ég svolítið áhyggjur af tímanum en almenn viðmið geðrækt í framhaldsskólum bara að stefna skólans miða því að auka vellíðan nemenda og starfsfólks að skólinn sé í nánu samstarfi við foreldra og nærumhverfi að skólaumhverfið einkennist af virðingu, umhyggju og jafnrétti lýðræði að skólarnir séu reglulega að leggja mat á líðan nemenda í skólanum og skólabraginn og bregðist við með úrbótum að í skólanum sé verið að kenna námsefni sem miðar að því að efla færni á þessum sviðum sem við höfum verið að tala tilfinningalegrar og félagslegrar færni, sjálfstraust, líkamsmynd, félagsfærni, þrautseigju eða seglu, trú á eigin getu, samkennd, jafnrétti, gagnrýna hugsun, allir þessir þættir. Þetta eru allt atriði sem hægt að kenna og fræða Og sömuleiðis að vel sé hlúð að starfsfólki með starfsmannastefnu sem að stuðlar að vellíðan í starfi með áherslu á þessa samábyrgð á menntun innan skólans og á velferð nemenda, símenntun og þjálfun. Starfsfólki eru auðvitað lykill að því að bara skóla menningin blómstri. Megin viðfangsefnið sem sagt þetta að innviðir skólans séu þannig að þeir ýti undir velferð og vellíðan. Og þetta atriði með svona að skapa umhverfi jafnréttis og virðingar gríðarlega stórt atriði og við höfum svolítið rekið okkur á það þegar við höfum verið að fara út í skólana og hitta fólk og tala að hugmyndir fólks geðheilbrigði eru kannski, það eru oft tengdar við geðraskanir en líka tengdar við eitthvað svona bara hafa gaman, gera eitthvað svona skemmtilegt og njóta lífsins og eitthvað þannig og það er auðvitað mikilvægt og stór partur af þessu að lífið sé skemmtilegt og þessi búið upp á tækifæri til að njóta lífsins en þetta er ekki minna mikilvægt að við hugsum þetta þannig að til þess að öllum geti liðið vel þá þarf umhverfið að bjóða upp á það og þetta allir kallar ofta á það að við séum að endurskoða venjur og hefðir innan skólana en þegar það var líka annað sem við rákum okkur á þegar við fórum að ræða þessa hluti að í framhaldsskólum kannski mun frekar heldur en í grunn- og leikskólum hafa skapast í gegnum bara áratugina hefðir sem eru jafnvel andstæðar hugmyndum okkar í dag jafnrétti og að skóla án aðgreiningar og allir hafi sitt space og pláss og sess í skólanum og það eru svona atriði eins og þessi gamaldags busun sem auðvitað bara svona hefur allavega sumstaðar verið bara svona einhvers konar niðurlægingar herferð, bara svona dagur sem felst í því að tryggja svona þessa stigskiptinga þessa, hvað maður segja, yfirráðahyggju innan skólans að eldri séu einhvern veginn aðri og merkilegri og niðurlega busana og það sé einhver svona innvíksla og maður hugsa bara þetta væri alltaf aldrei nokkuð tímann gert á vinnustöðum skiljið mig, það ekki tekið á móti nýju starfsfólki með því að bara hendi það eggjum og krota það í framann en svo líka alls konar atriði eins og fegurðarsamkeppnir sem að tíðkuðust víða listi yfir sætustu nýnema stelpurnar eitthvað álíka og þetta samræmist auðvitað engan veginn í dag og okkar hugmyndum jafnrétti og annað og sömuleiðis þetta svona að ákveðnir hópar nemenda eigi sér sinn svona fasta stað, sumir með ekki setjast einhver staðar og eitthvað svona
Og þetta eitthvað sem að raunverulega kallar alltaf á þetta samtal milli skólastjórnenda og nemenda. Þannig að nemendur þurfa líka að taka þátt í svona þessari sjálfskoðun. Skólinn okkar fyrir alla? Og pössum við upp á það allaveg bara eins og með nemenda ráð og nefndir og svona innan skólans. Erum við að passa upp á það allaveg að það sé ekki alltaf bara vinsælustu nemendurnir, þar að segja, þeir sem að búa við mestu félagslegu forréttindin sem að fá að blómstra í skólanum. Eða erum við að með einhverjum virkum hætti einmitt að reyna að ná líka til þeirra sem hafa staðið utar og þurfa kannski sérstaklega að fá einhvers konar að skólinn teygi sig til þeirra og hjálpi þeim að fóta sig, finna sig og blómstra í framhaldsskóla sem þeir eiga sjálfsögðu sannlega skilið eins og allir aðrir. Þannig að það grundvallar atriði fyrir vellíðan allra að skóla umhverfi sé réttlátt, vinsamlegt og hvetjandi. Annað sem við þurfum að horfa á að þegar við höfum svolítið verið að skoða þetta í embætti landlæknis á undanförnum árum varðandi plássið sem að geðrækt, að kenna krökkum að sinna eigin geðheilsu og hlúa að eigin geðheilsu, tileinka sér viðhorf og hegðun sem að ýtir undir veljan og svo framvegis. Þetta eitthvað sem að hefur engan sérstakann skilgreindan sess í íslensku skólakerfi og þegar við erum að horfa á það allaveg bara að líðan ungs fólks virðist vera að einhver leyti að hraka, þetta kallar alveg á að við séum svona tilbúin að skoða þetta dálítið inn í nánar, bara í grunninn. Við erum samstíga með það sem samfélag að við viljum að börn og unglingar fái hreyfingu í skólastarfi og ekki bara í frímínútum, heldur að við viljum að þessi skilgreindir tímar fyrir skóla, íþróttir og sund. Og þetta er ekkert algilt, þetta er ekkert svona í öllum skólum í heiminum, en við höfum ákveðið að hafa þetta svona. Og það er mjög undarlegt ef við ætlum einhvern veginn að ekki veita geðheilsunni sama sess. Og þannig að við fórum og skoðuðum bara þetta með hvernig stundaskráin lítur út, og þetta er bara í 10. bekk í grunnskóla, og þarna sjáum við bara samkvæmt aðalnámskrá, þá er búið að úthluta ákveðnum tímum, ákveðnu vægi í almennri stundaskrá fyrir ákveðin fög. Og þarna sjáum við bara hvernig, eins og núna, ef við tökum bara lífsleikni og lífsleikni á að dekka mun fleiri viðfangsefni heldur en bara geðheilsu og vellíðan, það er alls konar atriði eins og fjármálalæsi og umhverfisvitund og lýðræðisvitund og mjög margir þættir sem þurfa að koma þarna inn í. Það er ekki einu sinni þannig að lífsleiknin sé hugsuð þannig að hún dugi almennilega fyrir þetta. En þannig sjáum við bara vægið að ef við íslenskan fær 14% í stundarskráni, stærðfræði tæp 20%, íþróttir og sund 8%, en svo eru þarna samfélagsgreinarnar sem að telja samfélagsfræði, sögu, landafræði, þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, heimspeki og lífsleikni. Það allt samanlagt á að fá jafn mikinn tíma, og ef við förum með þetta alveg niður og ímyndum okkur að öll þessi fög fá jafn mikið vægi í stundatöflu, þá erum við að tala að lífsleiknin sem enn og aftur á að dekka mun fleiri hluti heldur en bara geðheilsu og vellíðan fær 1% á tímanum í vikunni. Í framhaldsskóla virðist þetta vera aðeins skárra vegna þess að þarna er lífsleikni sem slík ekki bara undir samfélagsgreinum heldur eins og ég í mínum leikmanna skilningi á aðalnámskrá er með sinn fasta sess 3 einingar undir stúdentsprófinu sem eru 140 einingar og það er þá 3%. En í framhaldsskólanum er líka víða ýmiss konar valfög og annað sem að tengist auðvitað geðheilsu og vellíðan sem að fer þá inn í eða bætist við þennan tíma. Þannig að maður má alveg svona ímynda sér að hlutinir séu kannski mögulega aðeins skárið þar. En við fórum líka fyrir nokkrum, fyrir stuttu síðan, þá fórum við í að skoða hvað er verið að gera í lífsleikni tímum. Til dæmis verið að notast við, er verið að kenna börnum félags- og tilfinningafærni og er verið að notast við þá einhvers konar skilgreint námsefni til þess. Og það sem við komumst að, og þetta er aftur grunnskólastigið, er að í langflestum tilfellum eru skólarnir ekki að nota neitt
útgefið námsefni til þess að kenna lífsleikni eða félags- og tilfinningafærni. Það algengast að skólarnir séu að nota einhvers konar útgefið námsefni í fyrsta bekk og það þá 40% skólana og 60% sem eru ekki að nota neitt svoleiðis efni, neitt slíkt efni. Og þetta fer bara stiglækkandi hlutfall skólana sem eru að notast við útgefið námsefni og þegar við erum komin í 10. bekk að þá þetta rétt rúmlega 15%. Það sést 85% skóla á Íslandi kenna ekkert útgefið námsefni í lífsleikni í 10. bekk. Ég ætla ekkert ég nefnilega eiginlega sprungin á tíma sýnist mér, en ég bendi ykkur bara á að það mikil vinna farin af stað og í þann mund að fara af stað varðandi atriði sem tengjast geðrækt og veljaðan í skólum og til dæmis núna eftir áramótina þá fara af stað starfshópar á vegum velferðarráðuneytisins varðandi geðrækt í skólum sem hluta af aðgerð úr geðheilbrigðisstefnu og aðgerðaáætlun stjórnvalda til ársins 2020 þar sem að markmiðið verður að fara grundigt í gegnum þessi atriði og hvernig við erum að standa að geðræktarkennslu í skólum. En svo líka nýútkomin á íslensk þýðing af úttekt Evrópumiðstöðvar nám án aðgreiningar. Það var farið í gegnum hvernig innleiðingin á skólan og aðgreiningar hefur tekist á Íslandi og mikil og óbúslega víðtæk vinna sem fór fram í kringum það og þessi stofnun, Evrópustofnunin, skilaði af sér skýrslu upp á eitthvað í kringum 150 blaðsíður ef ég man rétt. Það sem að farið yfir þetta og tillögur til úrbóta og svona og ég hvet bara alla sem hafa áhuga á þessu málum til þess að kynna sér þessa skýrslu en það komið mjög mikið inn á marga á þessum þáttum og sérstaklega ætlum við að vera að tala að við þurfum að koma okkur út úr viðbragðshugsuninni varðandi ekki bara, þetta líka varðandi námserfiðleika en líka bara varðandi allt sem snertir líðan og þroska nemenda. Að svona hinga til hefur kannski svona hugsun hjá okkur verið þannig að engar fréttir eru góða fréttir. Ef við vitum ekki af einhverju sem sérstaklega, eða tökum ekki eftir einhverju sem sérstaklega að hjá ungu fólki að þá erum við ekkert að bregðast við og við bregðumst bara við þegar að koma upp merki vanda og hugmyndin að snúa þessu við og við séum frekar að hugsa út frá forvörnum og snemmtækri íhlutun þannig að auðvitað verði minni þörf fyrir einhvers konar viðbrögðum þegar að í óefni komið en ef þetta nær að festa sig í sessi sem bara svona grundvallar hugsun í íslensku skólakerfi að þá breytir það rosalega miklu varðandi hvernig við erum að nálgast geðheilsu og veljiðan nemenda. Þannig að skólarnir veita okkur einstakt tækifæri til að ná til sem flestra ungmenna í samfélaginu með heilsueflandi aðgerðum. Heilsueflandi skólarnir veita leikgrunn- og framhaldsskólum þessi nálgun veitir þeim leiðsögn hvernig við getum farið að því að efla geðheilsu og veljiðan og alhliða heilbrigði nemenda. Þetta nálgun sem að byggir á fullri þáttöku allra og ég bara undirstrika það og við höfum talað það mikið og oft áður að við viljum gjarnan sjá sterkari rödd eins og bara framhaldsskóla nema inn í þessa umræðu og það ætla með ástæðan fyrir því að við erum með sérstök erindi frá ungu fólki í dag og verðum með þetta pallborði í lokina því að við viljum fá þessar raddir inn í umræðuna og kannski bara þetta grundvallar atriði að við þurfum alltaf að hugsa þetta bæði út frá heildinni, skólasamfélagið í heild, allt skólastarfið sé hugsað þannig að sé verið að efla geðheilsu og veljiðan nemenda og þeirra farsæld sé alltaf höfð í fyrirrúmi en við þurfum líka að kenna markvisst þessa þætti og ég persónulega vil sjá geðrækt sem sjálfstæða námsgrein og helst sem sérhæfingu í kennaranámi. En ég hugsa að við náum aldrei almennilegum tökum á þessum þáttum fyrir að við nálgumst geðrækt á sama hátt og við höfum gert með skólaíþróttir. Þú getur útskrifað sem íþróttakennari og ættir að geta útskrifað sem geðræktarkennari líka. Takk fyrir.